En undanfarna daga og vikur hafa farið fram fundir í sveitarfélögum hér í Árnessýslu þar sem verið að skoða ýmsar myndir, eða kannski má segja sviðsmyndir í þeirri vegferð ef að sveitarfélögin yrðu sameinuð að einhverjum hluta eða öllu leyti í Árnessýslu og yfirskrift þessara fundaherferðar í hvernig samfélagi viltu búa. Nokkru fundir þegar verið haldnir og í kvöld fundur í Árnessi í Skeiða og Gnúpverjahreppi og þess vegna höfum við náð símasambandi við sveitarstjórann Kristófer Tómasson. Sællvertu, Kristófer. Já, sællvertu. Þið ætlaði að halda fundi í Árnessi í kvöld og skoða þessi mál. Velta fyrir ykkur þessari spurningu í hvernig samfélagi viljið þið búa. Já, við verðum með opinn íbúafund í kvöld hérna 7:30 í Árnessi. Já. Og það hefur, eins og fram hefur komið, verið unnið að gera sviðsmynda mögulega framtíð svæðisins, hvort sem að kemur til sameininga eða ekki og einmitt. Það verður svona rætt þessa vinnu og svona stilt upp myndum svona til framtíðar. Já, og þið eruð að þessu til þess að undirbúa, má segja bara framtíðina, því að það náttúrulega í farvatninu ýmsar breytingar á næstu árum og ýmis verkefni það ekki sem sveitarfélög munu og vilja taka til sín frá hinu opinbera og þá kannski þarf að huga að þeim málum með góðum fyrirvara. Jú, ég held að það sé óumflýjanlegt að það verða breytingar og margt sem bendir til þess að það verði stefnan að færa verkefni heim í héruðin í meira mæli og þá þurfa sveitarfélögin náttúrulega vera í stakk búin til að takast á við það og það kann vel að vera þessi á rétta leiðina fækka eitthvað sveitarfélögum. Þetta að talsverðuleyti unni hér í byggðarsamlögum í þessum minni sveitarfélögum, það svona gefist ágætlega. Jú, en þau eru voðalega svona ruglingsleg, þetta eiginlega, má segja, alveg þvers og kruss, sum eru með samstarfi í þessum málarflokki og svo við önnur í hinum málarflokkinum. Þannig að þetta kannski svolítið flækjustig líka sem að verið að hugsa að vinda ofan af. Jú, í öllu falli held ég að það sé mjög æskilegt að teikna upp þessar myndir svona sem hugsanlega blasa við okkur þegar það eitt víst að það eru breytingar framöndan sama við hvað fengist í samfélaginu. Já. Og það held ég mjög æskilegt að fara yfir þessi mál hvernig þau geti þróast út frá ýmsum sem sammenningu eða ekki sammenningu og stóra sammenningu eða smáa sammenningu eða hvað sem verður. Einmitt. Hefur þú nokkuð hlerað, Kristófer, hvernig hljóðið hefur verið í fólki á öðrum fundum sem haldnir hafa verið? Nei, mjög lítið. Já. En það kannski ekki von, en þetta samt svona gott innlegg í þessa umræðu. Þetta þarf tíma til að þroskast og fólk þarf að hugsa þetta og melta þessar hugmyndir. Já, og þessi vinna heldur áfram núna fram á haustið og við sjáum svo hvað setur, hvað tekur við að henni í lokinni. Já, verður þá einhver samantekt úr þessum fundarhöldum? Já, von á því að það verður tekin saman skýrsla eftir þessa fundi og mér finnst líklegt að ráðamenn sveitarfélaga setjist niður og meti svo framhaldið hvert það verði og heildar íbúafjöldi í sýslunni 16.500 íbúar og það ef að svo færi að hér sammenning þá í allri sýslunni þá þetta nú eitt af stærstu sveitafélagum landsins ef ég man rétt 50 sveitafélag ef það næst á þetta Akureyri minnum við. Þetta nokkuð öflugt samfélag og með mikla möguleika, mikla náttúru fegurð og auðlegð. Já, það eru gríðarlegar auðlindir hérna og mikill mannauður í héraðanum, við ekki glemma því og það er mjög freistandi að velta því fyrir sig hvernig hlutinir myndu ganga fyrir sig, ekki bara stjórnsýsla heldur bara
mannlífi, menningin, jú. menningarlífi, íþróttalífi, atvinnulífið og menntamál og hvað sem hvernig það myndi taka sig út í einu sameinuðu sveitarfélagi. Það er eitt örugt í því að það myndi þýða einhverja breytingu. Já. Og völdin myndi færast til og auðvitað. Já. En þetta er náttúrulega skilyrðið að fólk kynni sér þessi mál og taki þátt í umræðinu, þannig verður þetta langt best gert. Og til þess þurfa íbúar að mæta til fundar. Ég hvet fólk eindregið til þess að mæta á fund sem þennan og kynna sér málin, alveg bursið frá því hvort að fólk er hlynnt að verði gengið til sammenninga eða ekki. Fólk á ekki síður að setjast niður og kynna sér þessi mál þó að þessi samfellt að það er ekki sammenninga. Það er allir gott að því og mjög þarft og gagnlegt fyrir alla að setjast niður og kynna sér þessi mál og skiptast á skoðunum við aðra. Já. Það er þegar búið að halda eina 4-5 fundi, síðast var í Hveragerði í gærkvöldi, það er í Árnesi í kvöld. Já. Og svo verður fundur á Þingborg á morgun, 1. júní. Og síðasti fundurinn er í Ráðhúsi Ölfus í Þorlákshöfn á mánudaginn. Nei, mánudaginn eftir vikurúma, 7. júní sé ég hérna. 7. júní á miðvikudaginn, ekki? Jú. Aðsókn á þessum fundum hefur verið svona allavega held ég. Mér heyrist að hafi svona sumstaðan nást upp ágætis stemming. Já, akkurat. Og góð umræða. Já. Til þessi leikurinn gerður. Við vonum það, Kristófer, að fólk mæti í Árnesi í kvöld og láti sér þessa umræðu varða. Það er gaman að sjá sem flesta. Já. Bestu þakkir fyrir þetta spjall og gangið þér vel í þínu störfum. Já, þakka ég kærlega fyrir og samanlegis. Blessaður. Blessaður.